Já, velkomin aftur í þáttaröðuna Protocola of Learned Elders of Sion, sem sagt heráætlun öldunga Sions. Og núna ætla ég að fara í fyrsta liðin, eða sem sagt sem við getum kallað grunn heráætlunina. Og þeir byrja svolítið á því að tala að sem sagt grunneðli mannskepnunar, og það eftirtektarvert, segja þeir, að menn, það eru fleira fólk sem hefur slæma tendensa en góða. Þeir sem hafa, og þá eru þeir að meina að flestir myndu vilja vera einræðisherrar ef þeir hefðu tök á því, og að flestir séu tilbúnir að fórna hagsmunum margra, jafnvel heilla þjóðar, fyrir sína enga hagsmuni. Og þetta sjáum við náttúrulega bara gerast á Íslandi í dag. En það sem ég kannski að benda á með þessum þáttum er að þetta enga tilvílanir. Þetta allt saman í áætlun. Og ef ég held áfram með með þennan protokól, þá tala þær að í upphafi, þegar að þjóðfélög byrja að myndast, þá bara lögmál náttúrunnar sem gilda. Það sem sagt bara brutal force sem gildir. Síðan eftir ákveðin tíma þá breytast náttúrulögmálin, eða þá sem sterkastur hann ræður, breytast yfir í lögin okkar. Og þessna eru til dæmis stjórnarskrár svona mikilvægara, því að þær vernd okkur gegn lagasetningavaldinu sem aflið, valdstjórnin. Og stjórnarskráin það eina sem við höfum í höndunum gegn valdstjórninni. En þessir aðrar vilja hafa þetta eins og þetta í dag, að valdstjórnin gerir nánast hvað sem þeim sýnist, og ef það eitthvað sem ólöglegt, þá breyta þeir bara lögunum. Og breyta þeim bara í korter meðan þeir framkvæma hlutina, svo það aftur ólöglegt. Eins og peningaflutningar á landi, það var gert ólöglegt að flytja pening á landi, en það var sett tæknivilla inn, þannig að allir í elitinu vissi að þeir gátu farið með eins mikið af peningum og þeir vildu og myndi ekki verða refsað. En almenningur vissi það ekki fyrir en eftir á. Alveg skýrt dæmi það hvernig lögin eru notuð fyrir þessa elitu. Síðan talaður þessa hugmyndum frelsi TV, ég spot on með nafnið. Þeir tala þetta og jafnaðarmennsku eða liberalismi. Þetta ákveðin lykill í greiningu þeirra á þjóðfélögum og manneskjum, og jafnaðarmennskan eða liberalismi lykil atriði í framkvæmd þessar áætlunar. Þetta eins og við ætlum kannski að ráðast inn í borg, og við vitum að á milli klukkan 12 og 1 fara allir heim í mat og skilja eftir búðina sínar tómar. Þá myndum við kannski senda herlið til þess að tæma búðunar, og þá enginn þar til þess að verjast eða eitthvað slíkt. Eða eins og þegar ég bjó á Egilsstöðum, þá var lögreglustöðin bara opin frá 9 til 5, og lögreglan það var lokað eftir klukkan 5. Þannig að þá gátum við strákanir sprellað ýmislegt sem við vildum helst ekki að lögreglan vera að skipta sér af. Síðan þannig að jafnaðarmennskan henni beitt taktist í öllu þessu valdaplotti. Nú síðan komum við strax í efnahagsmálin. Eins og ég hef sagt áður að Thomas Jefferson sagði, skiptir engu máli hver stýrir hernum eða stjórnin í landinu, hver prentar peningana, hvaðan koma peninganir, það það sem skiptir máli. Og talandi gull, við sjáum það að land eins og Líbía, sem skuldaði engum neitt, það var skuldlaust land,
þeir voru sögðu við Bandaríkjamenn eða við vestræn ríki, nei, við viljum ekki lengur taka við klósipapír sem greiðslu fyrir olíun okkar, við viljum fá gull. Og Líbíumenn áttu 150 tonn af gulli sjálfir. Og þetta afl, New World Order afl, einfallega fór þarna inn og drap 300.000 manns, 1 stykki Ísland var drepið og stálu gullinu og settu inn Al-Qaida sem stjórn í landinu. Þannig að ef að Gaddafi var ekki móttækilegur við, hann var ekki samvinnu þýður við þetta valdatafl, þá var hann einfaldlega drepinn og Al-Qaida sendi inn til þess að stjórna landinu. Og það sem ég var að segja á þann að þessna verða ráðast inn í þessu lönd og þau spreng til steinaldara, því að upp úr kaosunni og upp úr steinöldinni koma lögin sem þessir aðilar neyða inn. Þeir tala líka að kapitalismi, að peningavaldið algjörlega í höndum á þessari elitu. Og við vitum að Rothschild fjölskyldan á alla seðlabanka heimsins fyrir utan einhverja 3 sem eftir. Dæmið í Líbíu sýnir okkur einmitt að áður en að bara korter eftir að innrásin var gerð, eða það voru kallað uppreisnarmenn eða hvað það eftir að innrásin var gerð, þá kom í ljós að uppreisnarmennir voru bara á fyrsta degi búin að stofna seðlabanka og ríkisolíufélag sem náttúrulega undir stjórn Rothschild. Já, þessar elitumafíu. Síðan talaður að pólitík eigi ekkert sameiginlegt með siðferði eða siðvæðingu. Þess vegna var svo fyndið að pólitíkusar einhverjir fóru í siðferðisskóla í háskólanum til að læra siðferði. Og þótt þeir varu svolítið búin að skýta yfir allt siðferði í sínu starfi, þá allt í einu allir þeir að fara, og þetta náttúrulega bara sýndamennska til þess að telja ykkur trúum að þeir hafi lært siðfræði. Þeir sem að stunda eru siðlegir, þeir sem hafa mannasiði, segja þeir eru ónothæfir sem stjórnmálamenn og þeir munu vera mjög óstöðugir í sinni stjórn og góims, líðurinn, húsdýrin munu munu ekki lúta þeirra stjórn. Nú, síðan komum við, og þetta allt saman undir protokoll 1, hann svolítið stór og þetta allt saman undir protokoll 1. Hérna kemur næsta undir fyrirsögn sem segir might is right, afl rétt, hermáttur réttur. Það skiptir engu máli hvað rétt og ránt. Hver kemur til með að segja hvað rétt og hver kemur til með að segja hvað ránt. Og það skiptir engu máli, eina sem skiptir máli valdið. Valdið mun á endanum ákveða hvað rétt og hvað ránt. Og við munum eftir því einmitt að einn ráðherra sem stóð til að ákæra fyrir landráð, sem ég tel að hafi átt að gera, sagði fræga setningu, bíddu þið eruð ekki þjóðin. Og þetta var þvílík tjáning á valda níðslu þessa fólks. Og þetta fólk lítur á almenning sem góim eða sem svona húsdýr og það lítur á sig sem aristókrata og valdstjórnina. Þetta fólki sem hefur valdið og þessna segja, betur, hvað eru þið hirðfíflina Ipagog? Síðan tala að ef að almenningur, segjum til dæmis bara að almenningur látin algjörlega í friði,
það enginn sem að stýra þeim eða neitt slíkt og þeir mega eiga það, þessir öldungar í Síón, að þeir að lesa mannkindina nokkur rétt, þeir að lesa nokkur rétt hvernig fólk hegðar sér og hvernig fólk og hvernig hægt að spilla því. Þeir mega eiga það, þeir eru spot on með það og þeir að tala að eins og við sáum eftir búsáhaldabyltinguna, leiksýninguna, þá sjáum við það myndaðist alls konar hópar og fólk fór að ræða og setjast niður og skrifa niður óskalistan bara, já, allir séu jafnir, allir séu þetta og allir séu hitt og þetta kemur inn á þetta frelsi, jafnræði, bræðralag. Þetta hefur verið sungið í 1000 ára og fólk þarf að geta búast við því að valdamenn veit ekki af þessum söng. Þetta svona Kumbaya-söngur sem sungin aftur og aftur og og það þarna sem að veikleiki almennings liggur, veikleiki sauðanna, ef við getum orðað svo, að sauðirnir deyja eða kemur engin með hey fyrir þá, að því það búið að breyta almenningi í húsdýr. Almenningur ekkert lengur sjálfstæðar frjálsar verur sem ákveða sín örlög og sitt líf. Það eru úlfar sem að ráða og ef að og eins og segi, fyrst bara ráðast þeir á rollunar og rífa þær á hól en síðan þetta gert í gegnum lög, alþingi situr lög og síðan það valdstjórnin, það lögreglan sem að lykil þáttur í öllu svona bröldi, lögregla og her, þess vegna vildu ákveðna aðeila á Íslandi til með stofna her og leyniþjónustu og þannig að fólk almennt við almenningur verðum að læra, við verðum að átta okkur á því að það ekki hægt að gera allt fyrir alla alltaf og þessar endalausu kröfur til þessum heilbrigðiskerfi, þessar endalausu kröfur að heilbrigðiskerfið gerir bara allt fyrir alla, að sjálfsögðu að vera heilbrigðiskerfi og eigum að hjálpa hvort öðru og allt það en þetta má ekki fara út í eitthvað rugl. Ég til dæmis ég mjög heilbrigður og hef eiginlega aldrei notað heilbrigðiskerfi en ég þarf alltaf að borga skatta af fullu fyrir jafnvel þá sem að lifa óheilbrigðu lífi og uppskera síðan afleiðingarnar sínu lífi og ég fæ reikningin fyrir því, hvað réttlæti því og fleiri svona dæmi að fólk verður aðeins að taka á sjálfum sér og horfa í spegil og þessna svo gott að fara yfir þetta þetta svo mikið spegilmynd á mann sjálfan ekki taka þessu þannig ég sé eitthvað að segja ég sé fullkomin eða eitthvað betur en annað fólk, það snýst ekkert það. Nú talaði líka það að það sé nánast til þess að komi fram að þessi gögn öll snúa að því að ná fram einræði að það sé eitt afl sem ræður öllu og þetta hefur Ísland nánast orðið einræðisríki, það mjög stutt í það að Ísland verði einræðisríki og talaði einmitt það sem ég var að tala áðan fólkið af Góim mjög móttækilegt fyrir alkóhóli, þetta allt saman bara fyllipittur, við erum allir fyllipittur og ungdómur þeirra hefur vaxið í heimsku. Það sagt þetta dumbing down, skipulagð forheimskun hinna ungun og sem að hefur verið kynnt af okkar sérstöku agentum, af okkar fólki, af kennurum, frægu fólki í Hollywood,
prestum, hinnu ríku og þið heyrið það, ég bara að tala sjónvarpskvöldið hjá okkur. Það og svo þau kalla konur, það alltaf mikið spilaði gegnum konur og spillingu og lúxus og þetta allt saman gert og ég hef kritiserað oft hérna áður eins og með Miley Cyrus eða Hannah Montana melluvæðinguna að þetta ekki þessi unga stúlka að tjá list sína. Hún er ekki að tjá list sína eða sína nekt sína í sínum eigin tilgangi, heldur hún verkfæri í höndum þessara afla. Og það að sama eins og ég myndi segja, já, ég á móti nauðgunum eða fólk sé þvingandi kynlífs og öllu kynlífsþrælkun eða hvað þetta heitir allt saman. Það þýðir ekki að ég sé grundvallar atriðum á móti kynlífi. Alls ekki, ég mjög fylgjandi heilbrigðu kynlífi. En þar með ég ekkert að sitja út á að fólk í listrænum tilgangi eða eigin tjáningu komi fram nakið eða gerir hvað sem því sýnist. Ég hef ekkert á móti því. En ég hins vegar að benda á að í þessu tilfelli sem allir þekkja hér og nú akkurat í dag, að þá þetta ekki þannig, þetta kerfi, þetta hluti af ákveðni forheimskun og siðlækkun á almenningi. Af því að þessu refirnir, elitumafían, þeir eru mest hamingjusamar ef við förum nú bara að drepa hvort annað, það spara þeim svakalega mikla vinnu. Nú síðan kem ég hérna inn á þetta frelsi, jafnræði og bræðralag. Þetta segja þeir að hefur verið sungið frá upphafi aldar og þeir tala að þetta sé svona páfagauka heimska, þetta sé þulið upp af páfagaugum. Þeir tala að meðan fólk að syngja þetta kumbaya að þá hrynja þjóðfélögin. Fólk situr og syngur sitt kumbaya og það veitir hann ekkert hvað klukkan slær. Við sáum það bara eftir búsáhaldabylgjuna, fólk svona fór eitthvað að hittast og allir voru að rífast bara í raun eitthvað sem skiptir engu máli. Þið sjáu öll þessi nýju framboð sem voru sett saman. Þarna fóru menn að segja, já, Evrópubandalagið, ekki Evrópubandalagið, eigum að gera þetta, eigum að gera hitt, en heilbrigðist þetta. En fólk áttaði þess ekkert á þeirri stöðu og hvað stendur á bakvið. Það vald sem að fólk að berjast við, það virtist ekki nokkur maður átt að sjá því hvað var í gangi. Og til dæmis held ég að fáir hafi átt að sjá því, nema ég byrjaði á því að hamra á því að kosningaúrslitin voru fölsuð. Þið sjáu það hérna í handbókinni talað að pólitík og siðvæðing passar ekkert saman, heiðarleiki, það stemmer ekkert saman. Það engin tenging þarna á milli. Síðan talaður að stjórnvöld landana, að það kemur upp ákveðin stjórnmála elita í löndunum og eins og við sjáum á Íslandi, það svona ákveðin, þetta alltaf sama liðið, það einn daginn háskólarektor, næstu dag eru þeir í seðlabankaráð einhverju, næsta dag eru þeir orðnir ráðherrar, næsta dag eru þeir orðnir komnir í verkalýðshreyfinguna sem ASÍ fulltrúar einhverjir, síðan allt í einu dottnir í ríkissáttasemjara eða orðnir rektorar í einhverjum háskóla og þetta liðið sem að þessi öfl nota. Þetta eins og ég benti á hérna í öðru vídeo með Kárahnjúka og þá framkvæmt sem var kerfisbundið notað til að setja Ísland nánast á hausinn eða á hausinn að þeir sem að melluðust í því hafa allir fengið svona eftirlaunapakka frá þessum öflum. Og þeir sem hafa tekið þátt í því að setja Ísland undir þessa stjórn og hafa sett Ísland í skelfilega stöðu, hafa verið sett Ísland í hreinan þrældóm,
Já, þetta fólk að fá 20 milljóna í laun. Þannig að við sjáum að þeir sem að, eins og þeir tala hérna bara í upphafi, að manneskjan, einstaklingarnir eru þannig að ef að þeir sjá fram á mikinn persónlegan auð, kannski fá 6 milljónur á mánuði, það eru 70 milljónur í árslaun, að þetta fólk bara til í að kasta þjóðarhagsmunum út gluggann fyrir þessi laun. Og svo vitum við að það rennur alls konar fínir í veg þessa fólks. Minni mig svolítið á svolítið frumlega aðferð við að múta fólki. Við munum að John Perkins í Hitmen sagði hvernig hægt að múta fólki án þess að sé mikið eftirtektarvert. Hann sagði allir ef einhver frændi pólitíkusærin eða með umboð fyrir einhver ameríska vöru, þá sjáum við til þess að hann fær alveg svakalega stóran afslátt á vörunum og það bara mútugreiðsla. Og ég sá í norskum þætti, þá var norskur útgerðarmaður sem starfaði mikið í Afríku fyrir 50, 60, 70, 30, 40, 50 árum og var að byggja fiskiðnaðinn í Afríkuríki og var með stórt fyrirtæki, byggði jafnvel heilt þorp og bara allt í lagi með það. Og svo var hann í viðtali við, hann sagði ég var að fara heim til Noregs eftir viðræði við stjórnvöld og fleira slíkt. Og svo þannig eitt skipti þegar ég var að fara frá svona fundi, þá var sjávarútvegsráðherrann, þá sem við réði við fiskjöðlindinni, hann hóaði hann, heyrðu, þú ert að fara til Evrópu, það ekki? Já, jú, ég er að fer í flugvélina bara núna 4:00. Já, heyrðu, ég er með Rolex-úr sem að ég get ekki fengið viðgert í Afríku. Ertu til í að taka það með þér til Evrópu og láta gera við úrið fyrir mig? Og svo réttir hann honum úrið og hann sér strax að þetta er eftirlíking af Rolex Titanium, þessi dýrustu útgáfun af Rolex. Og normaðurinn fattaði strax að þetta var beiðni mútugreiðslu. Þannig að hann tók þetta ónýta úr sem kostaði 1 cent eða var bara ónýtt og hann kemur tilbaka nokkrum vikum eða mánuðum seinna með nýtt Rolex Titanium sem var á þessum tíma virði 6 ráðherralauna í þessu landi sem þá í íslenskum tölum einhverjar sennilega fá ráðherra meira eftir ráðherradómin eða eru með 60 milljónur á ári þá sjáum við það, þetta góð summa sem hann fekk þarna og bara í gegnum þetta úr hann rétt honum úr og ef að þið farið að fylgjast með ferli stjórnmálafólks á Íslandi og verkalýðshreyfingafólks og fyrirtækjafólk, við talaðum áður að við lifum í klíkukapitalisma það er ekkert frjálsræði á Íslandi og þetta er allt saman bara þetta er nánast að breytast í einræðisríki en ég flett upp orðinu liberties eða frelsi og í orðabók og þeir skýrgreina orðið að það er staða mín að vera frjáls frá restriction og control að vera frjáls frá hömlunum og stjórnun. Til dæmis, ég er Íslendingur, ég get farið í bát og veitt í sjónum fisk. Nei, þetta er bannað á Íslandi, sem þýðir að ég er ekki frjáls á Íslandi. Ég get rækta rollu í garðinu hjá mig bara og ég get selt þér kjötið á rollunni. Ef ég get ekki gert þetta þá er ég ekki frjáls, þá er ég undir eitthvað skona valdi. Og þeir skýra þetta líka rétturinn og aflið til að tjá sig ég hef rétt til þess að tjá mig hvað sem ég vil. Og ef einhverjum líkar ekki það sem ég er að segja, þá getur hann gert bara þetta. Svaka einfald lausn. Og og vera laus frá þrældómi
og alls konar nauðungar vinnum sem allir þeir sem að hafa verðtryggingu eða sem að taka lán á Íslandi eru í raun skuldaþrælar. Og svo náttúrulega ef við förum í launamálin og fleira slíkt, fólk á bara jobb á ensku, því just over broke, að hafa vinnu þýðir að þú ert bara rétt meikar það. Þetta kerfisbundin aðferð til þess að svipta þig frelsi, svipta lífið þitt frelsi. Og ég hafði nú ekki séð þetta áður, en þetta gleður mig af því að nafnið á rásinni minni spot on, Frelsi TV. Og ég vil endilega hvetja ykkur til að styðja mig. Ég hef mikinn áhuga að gera helst bara ævistarfi, svona þáttagerð, og væri alltaf gott að fá stuðning frá ríkinu kannski. Ekki réttlætanlegt að eins og nefnist var gert með kirkjur landsins að þeir sem að eru með trúfélag fái jafnar tekjur á við ríkisreknu kirkjuna. Þá hlýti ég að spurja, það ekki réttlætanlegt að þeir sem eru með svona lítinn fjölmiðli á íslensku að ég fái hluta af tekjum ríkisútvarpsins? Það hlýtur nú bara að vera sanngjarnt. En allavega þanga til endilega styrki mig og dreifiði vídeónum mínum sem víðast. Takk.